Það engin ástæða til að hafa áhyggjur af fjármálum. Hvað í gangi hérna? Knútur! Nei, Svala, leiðu mér að útskýra. Þetta ekki eins og það sýnist. Bara nákvæmlega eins og það sýnist. Nei, leiðu mér að útskýra. Útskýrðu þá? Sko, þetta byrjaði allt með undirmálslánum á bandarískum húsnæðismarkaði sem var til þess að Lehman Brothers fór á hausinn. Og það hrinntist á dóminókuppum sem enduðu á því að Þorsteinn Már Baldvinsson fór til Davíðs Oddssonar og Glitnir var þjóðnýttur. Og síðan fór Davíð í kastljósið og í kjölfarið voru sett hryðjuverkalög á Landsbankann og ISAF. Og síðan var Kaupþing líka gjaldþrota. Þannig að Svala mín, þú sér það að nú ekki rétti tíminn til að finna sökudólga, heldur verðum við að líta á heildarmyndina og standa saman. Svala. Já. Ég elska þig. Elska þig líka. Ég elska þú líka. Ef þú ert að missa húsið þitt, af hverju ekki bara að flytja heim til mömmu og pappa? Og ef þú átt enga mömmu og pappa, þá er til fullt af ókeypis pappakössum. Og það er fullt af fólki út allan heim sem býr í pappakössum. Reiður. Er ég nógu reiður? Út í hvern má ég vera reiður? Davíð Oddsson. Já, Davíð. Ég hata Davíð. Hann er svo vondur. Æ, Davíð. Þetta mér nú ekkert betra í hug. Það er allir með þetta. Rekum Davíð. Ég vil vera með eitthvað annað en mínu skildi. Hvað með? Já. Hvað með bara niður með Geir? Nei, það er líka búið að gera það oft. Ég þarf bara að vera aðeins meira reiður. Ok, af hverju ætti ég að vera reiður? Ok, helvítis ráðamennirnir gátu ekki drullast til að setja lög á helvítis bankamennina sem heldur bara áfram að græða og svo stofnuðu þeir eitthvað helvítis fucking ISAF sem ég á eftir að borga af þegar ég fucking drefst og svo kemst ég ekki til helvítis fucking útlanda vegna þess að helvítis krónan er hrunin og ef ég ætlaði að kaupa með helvítis fucking DFT í London þá myndi það bara kosta helvítis fucking penning og bara helvítis fucking fuck. Helvítis fucking fuck. Helvítis fucking fuck. Helvítis fucking fuck. Ok, hvað er þessi fjárhagslega heilsa sem ég er alltaf að tala um? Ég, til dæmis, geri aldrei neitt nema ég eigi fyrir því. Og nú, til dæmis, stend ég bara hér og eyði ekki neinu. Þannig að ég segi ekki gera neitt. Og ef ykkur vantar ný föt, þá hringið þið bara í Selmu vinkona mína og fáið ykkur belti frá 1998.